Komið sæl, ég heiti Hrönn Vilhelmsdóttir og hérna í hlöðueldhúsinu í Þykkvabæ. Ég ætla að kenna ykkur að búa til kartöflurétt og hrossalund. Spennandi. Bara gaman. Og allt, eiginlega meira minna allt hérna bara úr hérna. En segðu mér aðeins hvað við erum að gera hérna. Sko við erum með námskeið fyrir svona hópa, alls konar hópa. Það eru saumaklúbbar og gönguhópar og starfsmannafélög mikið. Sem koma og elda með okkur. Þá erum við búin að undirbúa og við reynum að elda svolítið svona lokal, íslenskt og hérna því við erum í Þykkvabænum þá eru kartöfluréttir alls konar sko og bara kartöfluleikur og svo eru Þykkvabæingar þekktir fyrir hrossakjötsát og við reynum svolítið að halda því til haga líka og hérna en svo erum við líka með bara flotta lambakjötsrétti eða fiskrétti eða grænmetisrétti og þá notum við náttúrulega grænmeti bara úr bragganum. Og við erum að rækta alltaf grænmeti og salat og kryddjurtir og það er svolítið gaman að nýta það líka þannig að hóparnir fara út og ná í það sem við á hverju uppskrift og þá verður þetta svolítið grannt og flott. Og hérna og svo bara borða allir saman og skála í góðu víni með og setjast hérna við flílinn og taka lagið. Þannig að þetta myndast ótrúlega skemmtileg stemning og verður bara svona mikið partí, eða svona eldhúspartí. Skemmtilegt. Og þau eru alltaf skemmtilegust eldhúspartí. Það vita það allir. Er ég að gera þetta? Það er kannski full þunnan hjá þér. Já, ok. En ég er ekki mjög vel í að elda með sko. Nei, það er allt í lagi. Það er ekki góð. Og eggaldinið. Og eggaldin. Já. Og það er svolítið gaman að blanda saman sko, bara þessu hráefni úr héraði. Og svo líka eins og eggaldinið, þykkara. Að nota þetta hráefni sem þið sjáum út í búð og margir vita ekkert hvað að gera við. Og eggaldinið það ég veit að það eru margir sem hafa pröfað það og einhvern veginn lent í ógöngum af því að það er ekkert voðalega bragðgott. En trixið við eggaldinið er eiginlega sko að gefa því bragð. Hvernig? Alls konar. Og við ætlum að nota bæði sítrónumauk og chili sem ég er búin að útbúa og kryddjurtir náttúrulega og góðar olíur. Og þá færðu það sem eggaldinið er eiginlega sko best fyrir. Það er eiginlega að þú gefur bragðið. Skilurðu? Svona. Herðu flottir og þá bara setja þetta í þetta lífræna sem að verður svona að moltu. Og þetta er best að eins og þetta hérna sé allt jafn þykkar sneiðar. Það þá eldast það jafn sko. En svo fær ég bara svona óvana eins og mig. Það er bara, ég sko fæ alls konar. Er það? En það er bara frábært því að í svona hópum þá náttúrulega fá allir tækifæri. Og einhverjir eru snillingar í eldamennsku, aðrir sem hafa kannski minna gaman. Eins og ég. Þeir fá tækifæri og oft bara geta þeir farið út að bragga og náði kryddjurtir eða farið inn á bar og náði bjór eða eitthvað sko, eða verið skemmtilegir. Það hafa allir hlutverk. Svo fer þetta bara inn í ofn. Nú ætlum við að krydda hrossið og finna eitthvað spennandi bragð sko í því. Og ég er búin að setja saman bæði salt og pipar og fennelfræ og kóríandurfræ og stjörnuanís og hvítlauk og þú ert að vilja þetta. Og svo bara nuttum við hrossið upp úr þessu. Þannig gefum við því bragð. Gjörðu svo vel, Takk. Og hvað ger ég? Þetta er þungt. Þetta er bara marmari. Hvernig gerir við það? Bara eitthvað? Þú máttu hrista þannig. Það er bara endalaust það? Nei, bara svona og geta leyfa það svona snúast. Leif mér að prófa þetta. Það er svona hálfgerða stík. Svona, Ég búið að þetta með henda. Þá eitthvað einn. Nú veit ég að það sé nú bara að byrja það. Þetta stressa mig. Við slökkum þér bara undir pönnu. Þarna? Þetta er,
Þetta er svolítið fastur af því að það var gaman af því. Já. Þetta er svolítið leikið sig pönnuna. Það er algjörlega þannig. Það sem að hópandi gera, það er kannski alltaf 12-14 manns, þá skiptum við 4 hlið. Og þá er hvert lið að gera sitt réttin og alltaf mismunandi bragð eða mismunandi hráefni, þannig að fólk eiginlega lærir alveg fullt Og þá er líka pælað svona, mér er svo gaman þegar fólk finnur eitthvað nýtt bragð og bara, já, vá. Ég finnst það eiginlega alltaf voðalega gaman. Svo mikil upplifun. Já, þetta á að vera svolítið upplifun. Við okkur vantar steinselju og smá salat eitthvað til þess að hafa með. Ok. Og við skulum bara kíkja út í bragga. Er eitthvað þar? Já, en hann er náttúrulega ennþá í vora ástandi eða svona síðbúnu vetra ástandi, en hann á eftir að vera svakalega flottur í sumar. Já, kíkjum það vel, kíkjum. Nú ætlum við að kíkja á þetta sem við erum að forrækta. Ég held að það sé eitthvað af salatinu sem við getum alveg tekið. Já, ok, jú. Já, ég er hérna með steinseljuna sem við náðum í áðan og smá basilíku. Ég er með mjög góða ólífuolíu sem sé bara innflutt. Vinkona mín er að flytja hana inn. Og svo er ég með sítrónumauk sem ég bjó til. Þá bara sýði ég saman sítrónur og smá salt og mauka það svo og svo á ég þetta í ísskápnum. Og þetta, já, þá er maður ekki með neinu aukaefni. Þetta gefur ótrúlega skemmtilegt bragð. Og svo kannski tekur við hérna. Þetta er eitthvað svona squishy. Já. Það getur verið ekki að blanda salt og mikið saman, þá getur þið svolítið velt þetta fyrir ykkur. Hverju bragði fyrir sig náttúrulega. Góð punktur. Og svo hérna kartöflu, júkstift kartöflu. Hvað setur það? Ég setja bara hérna með svona hrósinu. Ok. Maður fær bara vatn í munninn. Það er engar, já. Ég er ekkert að setja sós á þetta, því að kjötið er svo svangalega myrkt og gott. Takk kærlega fyrir að fylgjast með þessu. Nú vitum við hvernig við erum að elda þennan dýrindismat og ég hlakka bara til að smakka. Verður ykkur góðu. Takk fyrir að koma.